Brekkukotsannáll 33. kapítuli. Frami. Hún amma mín gaf öllum heitt súkkulaði upp á miðlofti daginn sem ég útskrifaðist. Það var eitt af þessum þykku, feitu, sætu, miklu súkkulöðum sem aldrei verða fram á soðin. Kanelvörkur úti, kaldar pönnukökur upp úr sykurpekli til meðalætis. Það var mikil stund að fá að drekka súkkulaði í félagsskap þessara manna sem táknuðu frið heimsins og ég lánsamur hafa orðið samnátta. En eins og árið, þegar afi birti mér þá ætlun sína að setja mig til skóla, var ég aftur orðinn dauður og dálítið eins og kvíðinn. Áður kveið ég að missa þess öryggis sem náði út að krosshlíðinu í Brekkukoti. Nú kveið ég fyrir hinum nýju leiðum sem enn voru ófundnar og hlutu að taka við leið og ég væri hættur að ganga þessa tróðnu slóð upp í skóla á morgnana, í hálfhring tjörnina og heim aftur þegar leið á daginn. Hvert átti ég nú að ganga alla þá morgna sem ég vaknaði eftir þetta? Og hvað ertu nú að hugsa að verða vinur, sagði eftirlitsmaðurinn. Aldrei þessu vant hafði hann leyft sér að skrópa eins og hálftíma úr eftirlitinu til að geta tekið þátt í þessu góða súkkulaði. Ég mun hafa verið nokkuð seinn til svars. Aldrei hefur mér nú dottið í hug minnaði sýslumannsembætti handa úr Málfgrími, sagði kapteinn Haagensen. Veit blessa barnið ekki hvað það var að verða, sagði Runólfur Jónsson. Ekki hélt ég þurfti að gera því á fæturna. En hann sagði ekki hvað ég ætti að verða. Að minnstakosti ekki það sinn, hefur ef til vill ekki geta komið í fyrir sig í bili hvað embættið kallað. En ég vissi vel að óðar en hann fengi sér herskip, þá myndi hann muna hvað ég átt að verða. Ég vissi að undir niðri myndi hann ekki láta sér linda neitt smærra fyrir mína hönd en læra til konferensráðs. Og ætla að vera ekki grásleppan, sagði ég, bæði í gamni og alvöru, því það var alveg sama hvað ég læriði miklar latínubeygingar. Ég gat aldrei hægt að setja hér sagðan fisk ofar öðrum fiski Suðurnes. Æ, sagði afi minn, ekki alveg laus við Grettu. Ó, ekki. Með öðrum orðum, honum líkaði ekki svarið. Kannski hann Björn hafi heldur ætlað þér þorskinn, sagði eftirlitsmaðurinn. Hrokkjálsinn, sagði afi minn, ekki nema stundargleði á vorin, þó að hýrni yfir mörgum þegar þau fara að glæðast. Sum árin bregðast þau með öllu. Og nú var Guðmundsens búð og þeir komnir með stórskip sem í einu kasti innbyrða 10-20 farma bátsins míns og þar með ég og mínir líkar útdauðir hér í bugtinni. Hann Runólfur þarna Jónsson aftur á móti til frásagnar hvernig sé að draga þorsk hjá Guðmundsen. Þess vegna sting ég upp á því drengur minn að þú læri til press. Það voru einlægt verið nýtur atvinnuvegur á Íslandi. Það sem þeim ekki borgað í fiski, það þeim borgað í smjöri. Ég rak upp stór augu og nú var ekki trúgt að mér fyndist ekki hann afi minn vera farinn að gambra. Eða urðu menn kannski prestar á Íslandi eftir kaldri skynsemi einhverra afa sem fyrir kenjar trúarbragðasögunar lásu Vídalíns postillu á sunnudögum
í staðin fyrir að blóta fuglinn kólibrí, tuddan apís eða skúrgoðið ra. Ég varaði mig bara ekki á því að þó hann Björn talaði, þá var það ekki allt þetta Björn sem var að tala. Annar var enn þá nær honum Björn í Brekkukoti en Björn í Brekkukoti sjálfur. Það var hún amma mín. Hún sagði: hann Björn hérna langaði alltaf til þess að hann Grímur auminginn fengi af okkur eitthvað sem ekki allir getu tekið af honum hvenær sem væri. Og þeir komu og takaði allt kona góð, sagði Runólfur Jónsson. Einn kemur þá annar fer og allir á brúnum. Amma mín sagði: sá sem gerir öngum illt sjálfur, það sakar hann ekki hvað aðrir gera. Lærður í lindi glaður lofber heims hjá þjóðum. Auðæf eru það sem ekki aðrir ná af manni. Á hillunni minni eru 2 pungar, sagði eftirlitsmaðurinn, og tíminn heldur áfram að líða í þeim eins og öðru. Reyndar eru báðir tómir, nema hvað í öðrum liggur 1 gullpenningur og hann átt þú, vinur. Viltu fá hann í dag eða seinna? Seinna, sagði ég. Kvöldið, þegar ég kom að finna hana Kristínu í Hringjarabænum, þá brá svo við að hún var ekki ein heima, heldur var einhver hjá henni. Ég fann það á loftinu leið og ég lauk upp húsinu. Þegar ég lukti hurð frá stöðum, sá ég sitja þar unga konu, prúðbúna og ilmgóða, með barðastóran hatt og rauða hanska með kögri. Litla fröken Gudmundsen. Hún var að lesa upp úr blaði fyrir gömlu konunni. Á borðinu milli þeirra voru ávextir og blóm. Ég samfagnaði þér, Álfgrímur, sagði stúlkan þegar hún sá mig í dyrunum. Hún rétti mér höndina án þess að standa upp. Ha, sagði ég. Þú ert talinn fyrstur þarna í blaðinu, sagði hún. Álfgrímur Hansson Brekkukoti. Ég held þú væri komin með húfu. Þó finnst mér enn merkilegra að þið báðar séu kunnugar, sagði ég. Blessu stúlkan, hún þekkir mig ekki nokkra vitund, en hún kemur samt með appelsínur, sagði gamla konan. Æ, það er svo góð henni lyktin, allt of góð fyrir út af dautt fólk. Hvernig getur móðir Garðarsholm talað svona, sagði gestkonan. Síðan rétti hún mér þegjandi síðasta tölublaða foldinni sem hún hafði einmitt verið að lesa upp úr þegar ég kom inn. Stóra myndin af Garðari Hólm hafði verið tekin fram, einu sinni enn og sett á fremstu síðu. Og greinin sem fylgdi var skrifuð í þessum merkilega fornstíl sem í mínu ungdæmi var vant að hafa á hátíðlegum fréttum í blöðum, til dæmis því sem snerti kónginn, eða ef orðið höfðu stórir skipskaðar eða andlát höfðingja borið að höndum. Þau tíðindi hafa borist haf að Garðar Hólm, veraldarsöngmaður, muni koma við land á Íslandi innan skamms. Hinn mikli veraldarmaður hefur snúið hingað för af Vallandi, en á næstliðnum vetri jók hann mönnum skemmtan mjög með fagurri kveðandi fyrir sunnan fjall í þeim borgum sem þar verða mestar í parti heimsins. Hefur kveðand maður verið aufúsugestur allrar alþýðu í þessum stöðum og svo hinna bestu manna af fursta og stórhöfðingja kyni
og jafnvel sjálfs herra páfans í þeim dísarhöllum og öðrum vildarhúsum Þaliumey drottningar sem í þessum löndum eru fundin hátimbruðst. Það er í almæli haft í Suðurlöndum að þá herra páfinn hafði kvaddan til garðar að syngja fyrir sér í Sankti Péturs kirkju, lét hans helgidómur svo ummælt að þar ómaði sú rödd nær jaðraði hinum öðrum loftum og skín hefði af ljósi góðu. Lét páfinn kalla söngmanninn fyrir sig og veitti honum eitt sérlegt bjának með páfalegum árnaði til handa öllum Íslendingum. Þetta lesmál hélt svona áfram, 3 dálka í viðbót, en mér fannst óþarft að lesa lengra og fékk stúlkun í blaðið. Jesús, sagði stúlkan, þykist ofgóður að lesa það sem stendur í blaðinu. Er ekki það satt sem stendur á prenti, hvort heldur ég lesið ekki, sagði ég, eða hvað? Skárra það, sagði hún. Gerðu það fyrir mig, Álfgrímur minn, vertu ekki svona montinn, fyrirgefðu ég nefnilega eldri en þú. Ég álít þú verir fullsæmdur að ganga með stúdentshúfu eins og aðrir stúdentar. Já, og ég með lesa það sem stendur í blaðinu. Ekki síst þar sem það er frændaðinn. Meðal annar orða, það satt að þú ætli líka verða söngvari? Hún segir það, sagði ég. Hún Madama Strúbenhols vinkon okkar sem kennir mér að spila á gítar. Að fara, sagði ég, og bið velvillingar eða truflaði. Ég vissi ekki að neinn væri hjá henni Kristínu. Ég hef farið líka, sagði stúlkan og stóð upp og kyssti gömlu konuna. Jesús sé með þér, Kristín mín. Ég kem aftur að sjá þau bráðum ef ég má. Álfgrímur, þú fylgir mér honni í bæ. Ég þarf að tala við þig. Það varð úr að ég slóst í för með stúlkunni og þegar við vorum komin út á hlaðsteina gat ég ekki stillt mig að minna hana á að það væri ekki í fyrsta sinn sem ég rölti með henni hérna ofan af hæðinni. Já, Jesús, þarna er kofinn, sagði hún og benti í áttina til gamla útihússins þar sem við höfum mæst í dyrum einn morgun fyrir ári. Var ég ekki alveg galinn? Jú, sagði ég. Já, og þú varst vitlaus líka, sagði hún. Þú varst á skónum hans. Síðan sagði hún ekki neitt dálitla stund og við gengum ofan eftir stígnum. Loksins byrjaði hún aftur. Mikið afskaplega er þetta undarleg kona. Hvaða kona, spurði ég. Hún móðir hans. Þetta er í 3. sinn sem ég kem til hennar með blóm og ég er alveg jafnaður. Ég vissum að ekki nokkur lifandi maður veit hvað þessi kona hugsar. Hún hefur ekki einu sinni heyrt son sinn syngja. Af hverju þetta skipta þér af henni, sagði ég. Hefur þú heyrt hann syngja, spurði stúlkan. Nei, sagði ég. Reyndu einu sinni að vera einlægur og segja mér satt, sagði hún, þú sem hefur vit á söng. Talaðu. Ég hef heyrt þann söng sem er á Íslandi, sagði ég. Fiskifluguna, heil og hálf sumrin og svolítið tíst í fuglum á milli. Og stundum á haustin gargið í álftinni sem er kallað svanasöngur í dönskum rómunum. Síðan auðvitað öskrið í fylliröftunum þegar skúturnar eru inni. Og allt eins og blómstrið eina hér í garðinum. Heldur að sé þá lygi að hann hafi sungið fyrir páfann, sagði stúlkan. Ég veit það ekki, sagði ég. Hver var viðstaddur þegar Jesús frelsaði heiminn? Konan ætti þó að geta játað að neita því hvort sonur hennar sé giftur, sagði stúlkan. En ekki einu sinni það hefur mér tekist að hafa upp úr henni.
Hvað var það þig það, spurði ég. Hvað mig varðar það, sagði stúlkan. Þú hefur alltaf verið svínabest. Viltu segja mér hreinskilnislega hvað þú ert að vilja til hennar Kristínur í Hringjarbænum, spurði ég. Mér engin launung á því að ég hef aldrei hugsað annan en þennan eina mann síðan ég var stelpa. Alltaf bara hann. Ég veit hann meira en allir menn. Þó hann verið giftur þá myndi ég vera reiðubúin að vera hjákona hans aldur og ævi. En nú ég búin að láta rannsaka það og Guði sé lof, hafi hann verið það, þá hefur hann sagt skilið í sitt fyrra líf. Hefurðu dæmt yfir hana Kristínu þessari móðursýki, sagði ég. Kallaðu það hvað sem þú vilt. Ég tala ekki við þig að þú sért almennilegur maður. Heldur að þú ert skildur honum. Og orðin stúdent. Og af því ég má til að segja eitthvað við einhvern. Þú vissir sjálfur hvað ég var hrædd í fyrra. En hér bréfið. Hún dró bréf upp úr handtösku sinni og fékk mér. Það var úr Danmörku. Mér fannst ég hálf kannast við staðarnafnið, eins ég mundi að ég hefði lesið það á ljósmyndara stimpli í fyrrasumar. Myndin hafði fundist á manni sem svaf í kirkjugarðinum. Erfiðiskona, heldur stórskorin, 2 börn. Ég renndi augum yfir þetta danska bréf. Þar stóð eitthvað í þá veru sem svar við fyrirspurn að hér slóðir væri nafnið Garðar Hólm öllum ókunnugt. Í þessum kaupstað væri engin íslenskur maður svo vitað væri, engin tengdur Íslandi á neinn hátt, utan Hansen nokkur ættaður af Suðurljótlandi, giftur konu sem ætti litla kjötbúð í plássinu. Fáskiptin maður og blandaði ekki geði við hérlands fólk, enda oft langt völum að heiman. Hann hefði nokkrum sinnum ráðið sig á skip sem sækti saltfisk á íslenskar hafnir og flytti til Spánar. Undir bréfinu var einhvers konar embættisstimpill og ólæsilegt nafn. Til hvers ertu að sýna mér þetta, spurði ég. Til þess þú sjáir að það var bara ímyndun eða misskilningur. Veist ekki að bráðum hann að koma? Veist ekki að pabbi hefur boðið honum heim til Íslands að syngja á 50-afmæli búðarinnar? Það var kannski verið barnalegt að mér að skrifa og spyrja. En ég gat ekki á mér setið, ég vildi ganga alveg úr skugga. Því ég sú sem bíð eftir honum. Og hann hefur skrifað mér aftur. Nú veit ég að þegar hann kemur, þá kemur hann vegna mín. Hann kemur af því hann hefur snúið við í lífi sínu.